Næst skoðum við kósinusregluna sem er stundum kölluð útvíkkuð regla Pýþagórasar. Uppsetningin fyrir hana er eftirfarandi. Við höfum 3 punkta í sléttu sem eru ekki samlína, kallað A, B og C. Og þá þetta sem hornpunkta í þríhyrningi og svo notum við gríska bókstafi til þess að tákna hornin, alfa, beta, gamma og hliðarlengdirnar. Þá höfum við A, þetta er lengd hliðarinnar CB eða línustriksins CB og veita móti hornpunktinum A. Þá höfum við A, B og C. Í kósinusreglan er þessi formúla. A í öðru er B í öðru pluss C í öðru mínus 2BC sinnum kósinus af horninu sem veita móti hliðinni CB sem er lengdina A, litla a og þetta er kósinus af alfa. Nú að samhverfa ástöðum er þetta þá 3 formúlur. Við getum líka haft B í öðru er þá A í öðru pluss C í öðru mínus 2AC sinnum kósinus af horninu sem veita móti hliðinni með lengd B, það er kósinus af beta. Og C í öðru er A í öðru pluss B í öðru mínus 2AB sinnum kósinus af gamma. Þetta er kósinusregla. Byrjaði að búa okkur til eitt dæmi svona til að rifja upp hvernig þetta er. Og hún er til dæmis ágætt þegar við höfum, ef við lítum á þetta sem vegurinn AB og þetta sem vegurinn AC, þeir spanna hornið alfa og við vildum til dæmis, við getum þá reiknað át lengdir. Við getum reiknað át þessa lengd hér. Eða þá að við þekkjum allar hliðarlengdir. Svona. Þá getum við fundið hvaða horn sem vera skal með því einangra kósinus þessar jöfnu og reikna síðan arkar kósinusa. Og við sjáum náttúrulega í séralagi við skoðum þessa hérna að ef þetta væri 90 gráðu horn þá höfum við kósinus að 90 gráðum er 0 og þá fáum við aftur reglu Pýþagórasar. Við skulum þá að búa okkur til lítið dæmi og horfum bara á þessa mynd sem er hann til hliðar og skulum hafa BC 7 með myndina þá er C aðeins styttri, segjum bara C jafnt og 5 og segjum bara þetta er 60 gráðu horn og alfa er 60 gráður og við ætlum að reikna út þennan flöt og síðan þennan ferning og svo drögum við þau rót og á reiknum þá hliðarlengdina línustiksins CB og þá notum við þessa hérna formúlu og höfum hana bara fyrir augunum og við setjum þá beint að A í öðru er B í öðru sem er 49 pluss C í öðru sem er 25 mínus 2 sinnum 7 sinnum 5 sinnum kósinus af 60 gráðum. Og kósinus af 60 gráðum er hálfur, þannig að við fáum hérna 49 pluss 25 er 74 mínus 2 sinnum 7 sinnum 5 sem er 35 sinnum hálfur og tvisturinn styttist út. Nú skulum bara taka hann og þá skrifum þetta eins og enn. Þetta er 74 mínus 35, það er 39. Svo að A er rótin af 39 sem er þá rúmlega 6 og við skulum láta matla breikna þetta fyrir okkur. Segjum hérna, þetta er bara dæmi. B var 5, C var, nei, B var 7, C var 5. C var 5 og síðan höfum við horn, alfa, það sögðu var í 60 gráður og ferningur A er þá B í öðru pluss C í öðru mínus 2 sinnum B sinnum C sinnum kósinus og nú þurfum við að hafa degrís, kós D að því við erum með gráðutal, kósinus af 60 gráðum svona og við fáum, það passar 39 og A er þá ferningsrótin SQR10 af ferningstölunni 6,2450 sjáum þarna 4 aukastafi. Ætli þessu fjórði sé réttur og að sjá hvernig hún svona
6,2449 hún námandar þarna upp og við gefum þá svarið 6,245 6,245 annað dæmi vígurinn A sé svona út 2 til hægri 3 upp og B sé 1 til hægri 2 niður. Þannig að þetta lítur einhvern veginn svona út. Ef við draugum þá til dæmis bara hér frá þessum punkti, þá farum við 2 til hægri, 3 upp. Þetta er þá vígurinn A og 1 til hægri, 2 niður. Og þetta er vígurinn B. Og við þekkjum þetta hérna samband að A, depill B, er lengd vígursins A sinnum lengd B, bara hér, sinnum kósinus af horninu sem að vígratni spanna. Lengd A er 4 pluss 9, þetta er 13. Og lengd B er 1 pluss 4, það er 5, svo drögum við út. Við skulum bara kalla þetta horn þetu, það er að segja að þetta er hornið sem að vígratni spanna. Við segja hér kós þeta og vinstri hliðin hérna er 2 sinnum 1, það er 2 pluss 3 sinnum mínus 2, það er mínus 6 og 2 pluss mínus 6 er mínus 4. Þar sem að debifeldi vígrana er mínustala, þá er hornið gleitt, það passa nú við myndina. Við getum þá reiknað út að kósinus af þetta er þessi tala, mínus 4 á móti rótin af 65. Þetta er A kós, arkar kósinusinn af mínus 4 deilt með rótin af 65. Þarna þá er hornið í bóleindreiningum eða radíunum og við skulum bara breyta þessi gráður. Þetta er þá 180 gráður á móti pi 119,75 ef að segja það. 119,75. Hvernig tengist þetta kósinusreglunni? Jú, það sem að við erum strangt tekið með er að þessi vígur hérna, þessi vígur hér, hvað er mann til dæmis D, ef við viljum ekki innleiða nýtt nafn D, hvað verður hann að vera? D pluss B, eða alltaf þetta B pluss D, verður að vera A. Þá sjáum við líka hvað D er, það er A mínus B. Þannig að ég kalla þennan vígur bara hreinlega A mínus B. Þú veist að ég læt örin á honum stefna hingað. Svona. Ef við horfum aðeins aftur á formið á kósinusreglunni, þá sjáum við að nú þekkjum við þetta hérna hornið þetta, að lengd þessara hérna hliðar í öðru veldi er A mínus B debill A mínus B. Og hreinlega með því að liða þá fáum við hana eiginlega bara alveg ókeypis. Hérna höfum við A debill A pluss B debill B og svo fáum við mínus A debill B pluss mínus B debill A, en debilfeldi er víxlið þannig að við getum skrifað þetta svona A debill A pluss B debill B mínus tvisvar sinnum A deplað við B. Þetta náttúrulega megum við skrifa á jafngildu formi, þetta er bara lengd vígursins A mínus B í öðru. Það er þá lengd vígursins A í öðru pluss lengd vígursins B í öðru mínus tvisvar sinnum debifeldi vígrana, en debifeldi vígrana er einmitt lengd A með lengd B sinnum kósinus á horninu á milli þeirra sem er 119,75. Það kallaði þetta. Við sjáum að kósinusreglan dettur beint
út úr þessu hérna sambandi sem við sönnuðum í eða notuðum mikið í fyrranámskeiði. Hér er þetta nú bara spurning hvernig við táknum hlutina. Ef við táknum sko lengd vígusins A bara með litlu a og lengd vígusins B til dæmis bara með litlu b og þessi hérna vígur væri nú skýrður C og þessi hérna hlið væri þá að lengd C. Þá endurheimtum við að C í öru er A í öru pluss B í öru mínus 2AB sínum kósinus af horninu þeta sem er þekkt. Með því að nota vigra þá er ósköp augljóst að kósinusreglan gildi. Við skulum samt sannana með flatamyndum. Sönnum að A í öru sé B í öru pluss C í öru mínus 2B sé sinnum kósinus af alfa. Þá skulum setja þetta bara svona þægilega fyrir okkur, látum A og B líka svona línu og svo tökum við einhvern punkt hérna, svona, þetta er hotpunktur C í því hérna. Við þurfum bara á horninu alfa að halda og þetta er þá A, þetta er B og þetta er C, annars við gerðum áðan. Og nú skulum við sanna þessa reglu. Við reynum alltaf að búa til réttinda þríhyrninga. Ég ætla að fella loðlínu frá hornpunktinum C á línuna sem að hornpunktarnir A og B liggja á. Og þetta er hæðin og C og ég ætla bara að kalla D núna. Ég vil þannig að þríhyrning hér, hann er réttur. Ég ætla að skipta strikinu AB upp í 2 strik. Sko formulega ættum við kannski að segja hér væri fótpunktur sem við kallum E og ja, gerum það bara. Þá sést þetta alveg skýrt. All þetta strik er C að lengd og við skulum setja hér fótpunkt. Hérna, hann heiti E. Ég ætla að skipta strikinu C svona upp að AE sé hérna, það sé M. M er AE og þessi hérna lengd köllum hana næsta bókstaf eftir N, EB. AB er AE pluss EB eða C er M pluss N. Og ég hlýt að hafa áhuga bara á þessari hérna lengd miðað við áætlunina og setjum hana bara í ramma, það er að segja N-ið er C mínus M. Og ég þarf þá að segja hvað M-ið er út frá því sem gefið er. B-ið er gefið og alfa er gefið. Og ég sé núna að þetta er M-ið og þetta er N-ið. Að þetta M hérna er ofanvarp B á línuna sem liggur í gegnum punktana að B. M-ið er B sinnum kósinus af alfa. Þá vantar mér bara D-ið. Ég þarf að kenna það við B. Ég hugsa þetta nú alltaf svona. Hér er náttúrulega fyllihorn alfa. Þetta er ofanvarp B á þessa línu. Og gefa það mér akkurat þetta strik hér sem hefur lengdina D. Og D er B sinnum kósinus af fyllihorninu. Þá er þetta komið að A í öru er N í öru pluss D í öru. Þannig A í öru er N í öru pluss D í öru. N-ið er, þessi er náttúrulega að fara í ramma líka, ég ætla að nota þessar. Það er C mínus M, en ég ætla bara að skrifa beint B kós alfa, það er það sem M-ið er í öðru veldi. Pluss D í öru sem er B í öru kós í öru af fyllihorninu. Og kannski þess að rugli okkur síður, þá ætti ég nú kannski bara að skrifa sínus af alfa, sínus af í öru af alfa. Margföldu upp á svigum, ég færi jafnæðmerkið hingað. Og hérna fæ ég C í öru og ég fæ B í öru kós í öru alfa og svo tvísa sinnum margfeldi liðana í sviganum. Það er að segja að ég fæ C í öru, það er skrifa kannski margfeldið, mínus 2B C kós alfa pluss B í öru
kós í öðru alfa og svo b í öðru sín í öðru alfa. Og svo ég komið svona öllu fyrir á mynd og ætla ég bara að segja frá því hvað ég myndi gera næst. Ég tek eðlilega b í öðru hér og hugsa bara þess að tólið hér út fyrir sviga og því ég tek b í öðru út fyrir hér þá stendur innan í sviganum kós í öðru alfa pluss sín í öðru alfa sem er 1. Svo tek ég þetta b kannski og setja það fremst. Þannig að ég hef hér þá b í öðru pluss c í öðru mínus 2b c og svo kósinus á horninu alfa. Það er að segja a í öðru er b í öðru pluss c í öðru mínus 2b c kós alfa. Og þá er reglan komin. Og þetta felur í sér að ég hef í sjálfu sér sannað allar 3 reglurnar. Ég get gert þetta tvisvar en ég get látið c koma hér í staðin fyrir a og þennan hotpunkt hérna get ég þá skýrt a, svona rásað, færi bara alla til. Þannig hér staði a og hér staði b og þá fengi ég næstu jöfnu. Það er að segja þá fengi ég þessa og svo tek ég aftur endur skýr ég afturpunktana, nota sem er mynd og þá fæ ég þessa. Þannig þetta er kosinusreglan, býsna góð regla. Nú skulum kannski enda á því að sjá þessa hérna vigra í GeoGebra. Þarna sjáum við þá 2, 3 og 1 og mínus 2. Munum þetta bara. 2,3 og 1, mínus 2, já. Og svo get ég búið til vigur. GeoGebra veit að ef ég skrifa bara stórt O þá er það 0,0. Prófa það. Vigur frá O í A og svo vigur frá O í B. Nú, ef ég vil núna fá vegurinn frá þessum punkti í þennan. Nú heitir orðið U og VAF. Ég get náttúrulega endurskýrt á og kalla þennan A, kalla þennan B, það er kannski ekkert nauðsynlegt. En þá fæ ég vegurinn sko A mínus B. Hann ætti að vera 1 til hægri og 5 upp. A mínus B. Og hann náttúrulega birtist eins og stöðuvegur. En ég vil hann byrji hérna. Þannig að ég ætla að finna fæsluna. Þá get ég notað vegur frá punkti. Velji byrjunarpunkt og vegur. Ég ætla að smetla á þetta. Og ég ætla að byrja í punktinum B. Og tek svo stöðuvegur í þaðan. Þá vil ég nú kannski ekkert endilega sjá þennan. Svona. Þessi má þá heita endurnefna C. Og hún bjóð til þennan punkt hérna B mert. Við þurfum ekki að sjá hann. Svona. Set bara C. Það C punktur er 0,0. Það passa við tákmálið sem við notum. Og íta B svona frá. Látum þetta ekki liggja svona á línunni, heldur fyrir neðan. Og hvað er þetta hérna langt? Frá C til A til dæmis. Þá getur við notað fjarlægð eða lengd, veljið 2 punkta línustrikk, marketninga hring og hún gefur mér þá þessa tölu 3,61. Það ætti að vera rótin af 13. Og tökum þá bara næsta líka. Og maður reikna út þennan 2,24. Það er rótin af 5, já. Og hvað er þessi vigur? C langur. Og getum við mælta hérna líka. Svona. Sýnir bara einn aukastaf. Og til ægum. Lögum þetta aðeins til. Svona. Færum C að hingað, tökum B hér út fyrir, C, B. En þetta var hornið sem við reiknuðum. Það var hornið sem að þessi 2 vegir að spanna, C, B, C, A og hérna getum við mælt það á
Héðan hef svo hotpunktinn í miðjunni og svo í A. Hérna 119,74. Þá segjum við þetta gott kosinusregluna.